Já, komið sælblessuð, velkomin í Bridge þátt samstöðvarinnar. Við reynum að halda út í hér umræðu Bridge svona meðaltali á 2 vikna fresti á sunnudögum og það nú meira að gera á veturna en sumrin, þannig að kannski verður ekki alveg eins mikil framleiðsla hjá okkur á komandi vikum og mánuðum. En það búið að vera fjörlegt í vetur og það mjög stór verkefni framundan. Og einn af gestum mínum í dag, sá sem sestur hér við borðið með mér, einvaldur landsliðsins í opnum flokki og fyrirliði. Og ég ætla að ræða við hann feikilega öflugt mót framundan og hvers má vænta. Vertu velkomin Jón Hersir Elíasson. Þakka fyrir. Þú læknir svona dagstælega. Það rétt. Og starfar bæði í Svíþjóð og hér á Íslandi eða hvað? Ég starfa eingöngu í Svíþjóð sem læknir. Já. Og við þar á sjúkrahúsi í Suður-Svíþjóð, Skáni. Já. Og mín sérgrein taugalækningarnar. Já, já. Sjúkdómar heilans. Já, já. Og nú hefur þú tekið að þér aukadjobb. Aukadjobb á Íslandi. Já. Mjög skemmtilegt verkefni finnst mér. Já. Spennandi. Já. Og við erum búin að leggja mikla vinnu í þetta núna síðustu mánuðina og höldum áfram með það auðvitað fram að móti sem verður í lok júní og fyrstu vikuna í júlí. Já, Evrópumótið. Evrópumótið í Bridge í Ríga. Já. Evrópumótið landsliða. Já, einmitt. Sko, áður en við förum í svona undirbúningin og fleira þá mér langar aðeins að kynnast þér sem Bridge-spilara. Varstu krakki þegar þú lærðir spilið? Já, alltaf ekki verið svona kannski 11-12 ára. Þá fór ég að spila við föður minn og 2 bræður hans. Já. Faðir minn Elías Nerland Jónsson. Já. Hann var nú í sama ger og þú. Já, hann var einu sinni ritstjórinn minn. Unnum á sama blaði. Einmitt. Og svo 2 bræður hans, þeir spiluðu Bridge og það vantaði 4. mann þannig að ég var 11 ára og ég kom inn í þetta og ég féll eiginlega bara strax fyrir þessu. Já. Þetta var svo gaman og ég bara, ég hlakkaði alltaf til þegar við ætlum að spila næst. Þannig að ég féll alveg skítféll fyrir þessu spili eiginlega bara leið, sko. Þetta skemmtilegt og hérna sko maður hefur heyrt margar sögur á sem 4. manni og það einmitt oft krakki. En sko fannst þér ekkert erfitt að yfirstíga kerfishindranirnar svona umfram hinn slagaspilin sem að... Nei, þessum tíma opnaði maður alltaf einu laufi. Já. Það var vínakerfi. Það var einfalt. Nefnum maður átti 5 liti hjart og spaða opnaði maður þar og tíkli. Þetta var svona frekar... Já, það var allavega einfaldur á þeim tíma sko kannski. Að spila vínakerfið. Já, einmitt. Það var sé enginn sem spila það í dag og það ekkert sérlega gott kerfið þannig að segja. Það var ágætt að byrja með það. Já, maður komst alltaf út úr þessu með að segja eitt lauf. Var pabbiðinn af því að margir líka kannastu hann sem rithöfund, var hann lunginn Bridge-spilari? Já, hann var mjög góð Bridge-spilari og þeir allir bræðurnir sko, mjög flinkir Bridge-spilarar. Þannig að það var mjög gaman að koma inn í þennan hóp sko. Já. Nú ég nefnilega að fá sko, nú að renna upp fyrir mér akkur hann tók svona vel í það á sínum tíma, ég með Bridge-þátt í blaðinu sem að það var eitt af hans áhuga málum sko, þannig að ég skil það líka vel sko. Já, sko og á þessum tíma ertu 4. maður, þú ert þarna í heimahúsa Bridge og þú ert að spila við pappaðinn og 2 föðurbræður, byrjar þannig. Hugmyndin að keppa í Bridge og fara í eitthvað félag hvenær var það? Það kom seinna, þetta var nú svona frekar rólegt, ég skráði mig í Bridge-félag Kópavós þegar ég var kannski 17 ára eitthvað svoleiðis, spilaði ekkert mikið en ég datt inn í þetta fullu síðan þegar það var svona 20 sko, þá kynntist ég Sigur Pál Ingibergssyni Palla og þá var það sem ég datt inn í keppnisbridgeinn. Já. Og við spilum mjög mikið og þannig að það var svona 20 og það var bara fjalli fyrir því líka. Ég spilaði nú yfirleitt mörgur svona í viku sko. Já. Á þeim tíma, þessum árum hana, frá upp úr 20. Já. Og sko, hvaða ár eru að tala um núna? Já, hvaða ár eru að tala um? Já, kringum 1990, þetta var svona rétt 1988. Cirka, það var svona þegar þetta var sem heitast á Íslandi, Bridgeinn
vorum að byggja upp frábært lið og við erum svo heimsmeistarar einmitt þessa mundir. Einmitt. Ég ég beðst afsökunar á því að ég að fá skilaboð hérna frá bridgesurum sem ég hélt kannski að væri á leiðinni í samtali til okkar. Það er ekki augljóst að við verðum neitt mikið fleiri en við erum bara núna. það er samt einhver smá séns. En já, og það var náttúrulega ansi ólíkt ólík áran yfir keppnislífinu 1990 en í dag. Já, þetta var svona, já, það voru náttúrulega fleiri sem að spiluðu og já, kannski svona svolítið harðari heimur mögulega, sko. Jú, hann má segja það. Og ég man alltaf þegar ég og Sigurpáll við spiluðum undankeppni Íslandsmótsins í bridge, sko, og það voru, sko, í tvímenningi þar að segja, og þá voru yfir 100 pör sem voru að spila og komast í úrslit, sko. Akkurat, sko. Og svo rétt sluppu við inn þarna í lokin, sko, þannig að við vorum alveg ótrúlega ánægðir. Manni með þennan árangur að koma síðan inn í úrslitin af þessum tíma. Nú er þetta allt öðruvísi því að ef maður vil spila úrslitin í Íslandsmótinu í tvímenningi sem þetta var núna í febrúar, þá var bara að skrá sig, sko. Já, og kannski var komið þannig fram við ykkur þarna þegar voru komnir í úrslitin eins og þið væruð, það mætti nú alveg sparka hans í ykkur, eða hvað? Já, ég man ekki eftir því, sko. Ég held að nú verið borin alveg þokkaleg virðing fyrir okkur þannig og þetta var bara mjög gaman að spila þetta mót, sko. Manni, þetta var svona kannski fyrsta stóra móti, sko, sem við vorum og mættum öllu þeim bestu, þannig að þetta var bara góða minningar frá þessu móti, sko. Já. Við höfum stundur rætt sko, svona þennan móral að það gat verið svolítið erfitt að komast inn í svona hóp hinna bestu bara félagslega. Þetta var stoltið svona hvað maður að segja, illúðug. Nei, ég segi það nú ekki. Þetta var svona klíka sem að var vön að eiga svolítið sviðið og þeim leið svo vel á meðan það voru svona margir sterkir bridgesarar á Íslandi að þeim leið eins og það þyrfti ekki að fjölga þessum sterku. Svo núna hefur allt snúist við. Núna fögnum við hverjum einasta nýjum spilara, hvort sem hann getur eitthvað eða ekki, það er ekki einhvern veginn aðalmálið. En það var alltaf mjög jákvæð þróun í því síðustu 3-4 árin að hafi fjölgað talsvert bridgespilurum. Það hefur bara, já, og sérstaklega sko konur að það er náttúrulega mikil breyting á því hverjir er að læra bridge. Já, en ég man eftir þér náttúrulega sko frá þarna í gamla daga og svo ferðu í háskólanám, þú lærir læknisfræði, þú fer í Svíþjóð. Var algjör pása hjá þér einhver tíma í spilinu? Ég er svo gaman af þessu að ég alltaf haldið mér eitthvað við, sko, en það er auðvitað læknistarfið hér á Íslandi var þannig alltaf á þeim tíma þegar maður var unglæknir, það var svona 100 tíma vinnuvika. Akkurat. Og það var mjög lítill tími, þannig að ég spilaði nú ekki mikið á þeim tíma og svo náttúrulega ég búin að vera mjög lengi í Svíþjóð. Örgulega 20 ár sem ég hef verið í Svíþjóð, sko, þannig að þá ég svo sem ekki spila mikið á Íslandi á þeim tíma. Nei. Einstaka sumarbridge kannski. Á Íslandi, sko, ég spila mikið í Svíþjóð. Ég spila öll mót, allar sveitakeppnir í Svíþjóð sem er í gangi á veturna, sko. Ef þú ber saman bridgein í Svíþjóð og hér á landi, hvernig er svo samanburður? Já, náttúrulega starra samfélag, þannig að það er auðvitað breiddin er meiri, sko. Og fleiri auðvitað góð lið, því að þeir eru 30 fjölmennir en við, sko. En það eru, sko, skráði keppnisspila í Svíþjóð eru rúmlega 20.000 og það eru yfir 100.000 sem að spila mjög reglulega í klúbbum og Svíarnir halda mjög vel utan þetta. Allir sem að spila í klúbbum þurfa að vera skráðir og borga árgjald og síðan getur maður spila í hvaða klúbbi sem er og það er haldið mjög vel utan öll úrslit og slikt, út bara að skoða nákvæmlega hvernig úrslitin voru. Og svo er eitt sem að Svíarnir með sem við erum ekki með er að þeir eru með forgjafakerfi í bridge, mjög svipaðir í golfi. Þegar maður byrjaði með 52 eða eitthvað svoleiðis og getur að hækkað og getur að lækkað. Þannig að það hefur gefist ágætlega, ég held að Danirnir séu með það líka. Og svipaðan hátt. Þannig að það er svona kannski það sem er öðruvísi.
þeir svona hvetja nýliðana með beinum hætti til þess að... Já, og þar nýliðarnir sko hafa oft áhuga að spila mót með forgjöf til að eiga jafna möguleika. Þannig að til dæmis í klúbnum í mínum heimabæk Kristianstað, þar spila 4 sinnum í viku og það eru þá 3 kvöld, þar spila með forgjöf og það eru miklu fleiri sem að spila þá. Svo á 15. kvöldum er bara að spila venjulega án forgjafar og það yfirleitt færri pör en betri sem að spila þá. En þetta opnar allavega fyrir þeim sem eru að byrja og nýir að keppa á jafnréttis grunni. Finnst þér að við ættum að velta þessu fyrir okkur hér? Ég held að við ættum að skoða þetta kerfi sem er í Svíþjóð varandi forgjöfina og því að það allavega hefur gefist ágætlega sko. Já. Hvað með svona kúltúr og viðhorf við bridgeborðið? Það sem liggur á bak við þessa spurningu er sem dæmi að þegar ég flutti til Wales í kringum aldamótin og var að spila bridge í 2 ár í klúbbi í Cardiff sem heitir The Royal Cardiff Bridge Club að þá áttaði ég mig á því að þótt hér sé viðurkennt að þú fórnir bara í þá skorsins þá þótti það þótti ekkert mjög góðar tvíbökur í þessum klúbbi. Nú er bara einhver sem að mun vinna 4 hjörtu eða 4 spaða á hættunni, slétti það með yfirslag og þetta bara þótti svolítið hryðjuverk. Og þegar ég göslaði 5 laufum eða 5 tiklum fórn á hagstæðum hættum og fór 500 niður og fékk öll stigin að það var bara ekkert rosalega vel séð í sko, þetta var ekki harðasti keppnisklúbbur í heimi en það voru bara, það höfðu orðið svona siðir að bridgespili gengi út á fleira en bara grjótarðan árangur. Sko ég held að þetta hljómar nú eins og klúbbur kannski það sem var ekkit mikill styrk og spilarna ef þeir eru ekki vanir þessu sko, en þetta hljómar eins og LA Ford. Þetta var samt sterkasti bridgeklúbbur í Cardiff. Ok, já. Nei, í Svíþjóð ég held að það sé svona almennt svona talsveit meiri styrkur á klúbbunum þannig að svona myndi aldrei vekja neina athygli þar, þetta svona bara rútína sko að rútínum bridge að fórn og hagstæðum hættum ef ástæði til sko þannig að ég held að bridgein sé nú nokkuð háum level í Svíþjóð sko. Já. En borðsiðirnir, þeir sko, mikið lagt upp á kveðjum kurteisi eða þetta bara svona allavega eins og hér? Já, ég held að það sé bara ég er mjög kurteisir almennt og heiðarlegir sko og þannig að ég hef ekki orðið svo sem var við neitt vesinn við spilaborðið þar sko. Nei. Það er bara ekki neinn svona agavandamál sem ég hefur ekki stáðið að neitt annað. Nefnilega sko, við erum ekki alveg með það á hreinu hér, finnst mér alltaf hvað er í lagi og hvað er ekki í lagi. Einu sinni var ég á Bridgeáttið að spila við, var með mjög sterkan makkar og við vorum að spila við erlent par og allt í einu bara kallar andstæðingur okkar, mjög sterkur spilar á keppnistjóra og það var bara vegna þess að makkar minn var að horfa á hann. Ok. Og hann sagði þetta er ögrun, hann er að reyna að fippa mig og þetta er ekki í lagi. Ok. Og þá voru ég svona veltaði fyrir mér, já, það er kannski ýmislegt sko, eitthvað sem maður heldur að sé bara hluta af vopnabúrinu hér á Íslandi í svona sálfræðistriðinu sem er kannski ekkert í lagi og þarna getur svona byrst munur á milli þjóða held ég. Það getur verið sko þegar þú segir þetta, ég nú byrjar að spila þess að Ísland aftur og lendi nú einu atvikinu á Íslandsmótinu daginn sem ég hef aldrei lendi í Svíþjóð sem ég ætla ekki að fara út í það hér sko. Nei. Það sem var svona reynt að hafa áhrif á mig svona á sálfræðan hátt sem að ég hef ekki aldrei upplifað í Svíþjóð, aldrei nokkuð tíman. Eitthvað alveg á gráa svæðinu. Já, þegar þú minnist á það, þá er þetta kannski, möguleik hvað sem er til í kúltúrnum hér, það er mögulegt. Já. Það er með etikettunar sko að það mætti ræða þær stundum aðeins betur. Já. Bara hvað er í lagi og hvað er ekki. Það er kannski ástæða til. Þótt að eru óskrifaða reglur þá mættu gera meira því. En þú var snemma góður í bridge og þér hefur gengið vel núna undanfarið. Þú ert að spila úti og þar ertu með einhvern makker og hér heima er Hlynur Garðarsson, þinn makker. Og þú ert nýkomin úr úrslitum Íslandsmótsins og
það bara gekk vel, það ekki gaman? Þetta var mjög skemmtilegt mót og bara þessi vetur hefur verið mjög skemmtilegur og raunir líka fyrra. Ég kom inn í Britsin aftur í fyrra eftir mjög langt hlé og spilaði svolítið með Grant Thornton í fyrra. Þessi minni mót, þessar sveitakeppni í Bristol Reykjavíkur meðal annars og það var mjög gaman og svo hefur verið mjög góð vetur líka núna, mjög skemmtilegur vetur með Tíminn og vatnið. Við spila sérstaklega vel á Britshátíðinni. Það var bara eitt skemmtilegasta mót sem ég hef spilað sko. Það var bara mjög góð Brits sem ættu sterkum sveitum og gekk samt mjög vel. Endum í 4. sæti. Frábær árangur. Og það sem að stendur upp úr finnst mér í vetur. Það var mótið sem við spilum best sko. Ok, þá komið lykilspurningunni. Hvað það sem að læknirinn kann svona vel að meta við Brits íþróttina? Þetta sko, það svo margt sko. Ég teldi svolítið mikið áður sko og svona upp að þeim aldrei sem ég kynntist Britsinum en ég eiginlega bara skipti skákinni strax út þegar ég kynntist Britsinum og það sérstaklega þetta félagslega. Maður með makker og svona og í liði og þessi félagskapur og síðan það þannig að það er svo mikið fjölbreytni í Britsinum. Það kemur alltaf ný spil og það alltaf allt öðruvísi en spil á undan. Það alltaf ný þraut og nýr hlutir að hugsa og svo líka... Þetta svona 7-8 mínúna hraðskák hvert spil. Einmitt, og svo bara kemur nýtt verkefni sem oftast jafn spennandi og alveg nýir hlutir. Kannski maður í vörð, kannski maður að spila og það er alltaf eitthvað nýtt og það er engin 2 spil eins. Nei. Og svo líka þetta, það er endalaust þetta að bæta sig. Bæði í úrspili, vörn og meldingum. Það er endalaust þetta að bæta sig. Þannig að maður getur alltaf orðið betri. Sem læknir þá tekur ákvarðanir á grunni upplýsinga og sem mestra og bestra upplýsinga eða á þessar lífi eða hvað þú gerir, þá ertu búin að skoða gögnin. Það að mestuleyti þannig í Brits líka, þetta mestuleyti svona sú hugsun, en samt þarna líka einhver svona annar þáttur sem ekki alveg 100% rökræn. Sumu svona skapandi fólki finnst þetta element mjög skemmtilegt og þess vegna erum við með svona ólíkar típur í Brits. Við erum ólíkar manngerðir sem ná kannski samt allar mjög góðum árangri, bara svona út frá ólíku sjónarhorni. Núna til dæmis dettur mér í hug spil sem ég birti í Bændablaðinu síðasta, þar sem að einn spilari í úrslitum Íslandsmóts í sveitakeppni spila gegn líkum. Af því að það sem hafði gerst í borðið leiti til þess að hann spilaði gegn líkum. Ég efast að þú ávísi nokksunni lifi gegn líkum en þetta líka eitthvað sem að svona þetta náttúrulega augljóslega munur á Brits og skák hvað þetta var þar. Þú spilar alltaf með bestu mögulegu líkum, bestu mögulegu framsýni leiðina sem framsýni skák. En þetta eitthvað líka sem að heillar þig að finnst þér þetta ágalli? Við Britsin eða? Já, við Britsin. Nei, ég held að sé mjög mikilvægt það sem að kalla borðtilfinning eða borðfílingur Já. Og stundum það bara þannig að ákveðin atriði sem kom upp, hvernig andstæðingarnir hugsa eða hvort þeir hugsa eða hugsa ekki, hvort þeir eru fljótir að spila út eða spila hægt út eða hvort þeir hugsa í einhverju stöðu. Þetta getur oft gjörbreytt í hvernig maður á að spila spilið. Þannig að þú hlustar á þetta allt saman? Ég reyni það. Maður miss nú örugglega af alls konar hintum en þetta er oft sem að þetta verður áhrif á hvernig maður spila spilið. Eða ein af megin ástæðum þess að ég bað þig Jón Hersir að koma hingað í þáttinn er náttúrulega eins og ég nefndi áðan að þú ert einvaldur landsliðsins í opnum flokki og eru við að standa svolítið vel að undirbúningi liðsins núna miðað við kannski tímabil á undan einhver? Já, nú erfitt að segja til það. Ég hef ekki komið bara inn í þetta núna. Ég hef ekki alveg fylgst með hvernig undirbúningun hefur verið áður en við erum allavega að undirbúa okkur vel og erum með reyna að undirbúa alla þætti spilsins og við höfum verið að spila æfingarleiki og ætlum að halda því áfram. Við höfum spilað á BBO, hefur spilað á Ástralíu og Skotland og svo eru nokkra æfingarleiki til viðbóta núna semst á mánudagskvöldið munum við spila við Dani
á Já, sem BBO. annað kvöld þegar þessi þáttur fer ekki í lofti fyrir á sundi. Einmitt. Annað kvöld við Dani á BBO eða? Á BBO og svo förum við til Hollands á 50. næstu viku, verðum þar í 4 dag og spilum bridge við hollenska landslið Nú, það stendur svona mikið til. á staðnum og svo viku síðar er aftur landsleiku við Skotland á netinu 25. Og svo svona þegar líður á móti verða kannski meira æfingahelgar hérna heima spilum við íslensk lið, íslenska spilar. Pressupör. Einmitt. Þannig að við erum að spila mikið og nú svo ýmislegt annað, við æfum sérstaklega meldingar. Það er sá þáttur sem vegur þyngst á svona mótum, varandi árangur að enda í réttum samningum, vera góður í stöðubaráttu og þannig að við höfum lagt mikla áherslu á meldingar, melda mikið. Þannig að pörin verði eins samspiluð og mögulegt þegar mótunni kemur. Nú síðan höfum við lagt mikla áherslu líka á að vera í líkamlegu formi. Því að maður hefur heyrt það svona allavega frá fólki sem hefur verið í kringunni í síðustu árin að stundum höfum við ekki haft úthald í heilt mót og orðið með þreytir, þannig að við erum með núna frá því í febrúar höfum við verið með engaþjálfara sem sér liðið. Og ég teki eftir því að sumir skrokkana, það er stórmunur á þeim. Já, mér sýnist það sko og þeir verðast vera á leiðin í mjög gott form og með mjög áhugasaman engaþjálfara sem Eiríkur sem heldur vel utanum hópinn. Spilar hann bridge? Ég held að hann spila ekki bridge sjálfur en hann með í kringu sig fólk sem spila bridge sko. Þannig hann þekki spilið. Heilbrigð sál í hraustum líka, þetta er náttúrulega helsta og úthaldið eins og þú segir þarf að vera gott. Já. Við erum að fá liðsauka. Jón Hersir. Vertu velkomin, Anna Guðlaug Nílsen, fáðu bara sæti þarna, gaman að sjá þig. Já, takk sem leiðis. Nýr forseti Bridgesambands Íslands. Já. Sú fyrsta, sem fyrsta konan. Fyrsta konan sem að gegnir þessu embætti, já. Já, bara geggjað spennandi, til hamingju. Já, þakka þér fyrir. Áður en ég fer aðeins í því þá ætla ég aðeins að klára með Jón Hersi að mér heyrist það sem þú ert að segja með hann undirbúning. Hann sé markvissari, lengri víðfemmari heldur en hefur verið en töluvert skeið. Það má vera. Er það meiri metnaður núna eða meiri vonir? Við höfum allavega sko... Við vorum alltaf einu sinni rosalega góð í bridge. Við vorum heimsmeistara 1991. Hvað var það, 2010 sem við komum síðast í úrslit? Það var síðast þegar við komumst sem sagt á HM, þess að svo kallu Bermúdaskála keppum hana. Það er komið 16 ár síðan við nú okkur sætið það síðast og það var það mjög gaman ef við getum gert allhugað 8. sætinu og það er auðvitað þannig að það er eins og í öllum svona stóru mótum eins og í Eurovision og öðru að það eru mjög mörg lið sem að vilja komast þangað og það er mitt og Mattías Imsland voru með mitt að skoða í gær. Það er að sjá liðin sem frá hinum þjóðunum á netinu og það er þarna svona 10 lið sem eru mjög sterk eða meira minna skipuð atvinnuspílurum. En við þetta hugsum alltaf þannig að við vitum hvar við viljum vera og hvert við viljum komast aftur og þannig að við allum að undirbúa okkur vel til að eiga allavega möguleika að verða hann í efri hlutanum og ef allt gengur upp að gera allavega 8. sætinu. Já. Þetta er Sigurbjörn Haraldsson, Magnús Magnússon, þeir eru par, svo er Ómar Olgersson og Stefán Jónsson, þeir eru annar par og svo Aðarsteinn Jörgensen og Birkir Jón Jónsson. Þetta eru 3 af okkar allra bestu pörum sem er í liðinu og allir spilarnir hann hafa spilað minnst 2 Evrópumót áður, þannig að það er mikið reynsla í þessu liði líka. Og þannig að, Já, gríðarlega spennandi. Mér líst vel á þetta. Og mér finnst frábært allir þessi landsleikir sem þú ert að lýsa. Þetta ég man ekki eftir þessu áður, það hafi verið svona mikið. Já, þetta er alltaf, við reynum að fá sem flest og við erum búin að reyna að fá fleiri, sko. Svíarnir sögðu nei takk. Já, var það. Og þeir voru að spila æfingarhelgi við frakka hollendinga og svo við ætlum ekki að spila meir
og svo erum við búin að líka verið í sambandi við norðmennina en þeir haldið þessu opni en hafa ekki svarað ennþá. Það er svo fyrir alla sem eru með Britspace online, þá geta þær annarkvöld farið á internetið og þurfa þær þá að elta einhvern af íslensku spilurunum til þess að komast inn á borðið. Já, það sem er best að gera þá á mánudagskvöldið er að elta einmitt einhvern af íslensku spilurunum. Það geti Ice Duck eða Ice King. Ice Duck er Steppi, já. Ice Duck er Stefán. Já. Og Ice King er kongurinn Magnús og svo er það Bessi 2 og þannig að það bara vera með þetta þessum nöfnum og þá er þetta að sjá hvar þeir eru og þá er þetta að fara í join og þá koma menn bara inn sem áhrendur á þessa leiki og það hefur verið slatti sem hefur verið að horfa á þessu æfingarleiki hjá okkur og það getur verið mjög skemmtilegt að fylgjast með þessu. Ég vona þeir hlustendur og áhrendur skiljið eitthvað af því sem við erum að segja. Sem sagt, Britspace Online er forrit sem er að gera að hlaða upp og ef þið verðið síðan vinir íslensku landsliðsmannana þá getið þið komist inn á borðin og það er alltaf eitthvað okkar sem er til í að sendi skilaboð á Messenger eða eitthvað, við getum alltaf hjálpað ykkur með þetta. En rétt í lokin, Anna Guðlaug Níelsen, eins og ég sagði áðan, kjörin síðustu helgi, fyrsta konan sem er kjörin forseti Britssambands Íslands. Já. Hvað leiddi til þess að þú varst tilbúin í að bjóða þig fram? Bara ég frétti það að Brynjar Níelsson var að hætta og ég hugsaði bara að mig langar að efla Britsstarfið og Matthías hefur verið að gera frábært starf og bara allir sem er að tengja Britshreyfingunni núna og ég hef verið í stjórn í 2 ár, síðustu 2 ár núna og var áður líka og ég hugsaði bara að af hverju ekki bjóða áframhaldandi krafta mína og ég hef alveg nóg af mér að gefa og mér finnst það bara frábært, ég vil efla starfið og ég meina, af hverju getur kona ekki verið þarna eins og kallmaður og ég meina, þetta er bara svo kyn skiptir engu máli, þetta er bara spurning að vilja starfinu vel og vilja hreyfingunni vel og vilja gera eitthvað og halda áfram að efla starfið. Þetta er bara frábært sjónarmið og það er náttúrulega nákvæmlega þessi andi sem að heldur félagsstarfi eins og Britssambandi Íslands gangandi. Það er góð vilji, löngun til að leggja fram og að vera ekki sama. Hvað er það sem að heillar þig svona við Britshreyfingun og Britsspilið? Af hverju nennir þessu, er spurning. Þetta er bara, þetta gefur mér svo mikið. Britsen er bara, þetta er frábært spil, reynir á hugan, það er allt sem reynir á hugan, gefur mér svo mikið og svo líka bara félagslegi þátturinn við Britsen. Mér finnst hann bara frábær. Mér finnst þetta er svona eins og að labba inn og þeir eru svona fjölskyldan mín. Maður mætir maður þekkir alltaf einhvern og maður getur spjalla við alla og það er allir svo opnir og liðlegir og frábærir einhvern veginn og það er bara það sem að þessi stemming er það sem ég vil viðhalda og ég vil að fleiri fá að upplifa nákvæmlega þetta að þú veist, koma á einhvern stað þar sem að þú ert bara svo velkomin. Og þótt við séum fjölskylda, þá erum við sístækkandi fjölskylda. Við erum alveg til í að stækka fjölskyldunum. Alltaf. Þannig að þetta er ekki eins og að fólk komi og og ekki heima hérna. Þannig er bara einhver svona innvið fjölskylda. Já, við viljum endilega stækka þessa fjölskyldu. Já, við viljum einmitt stækka þessa fjölskyldu og þú veist, það er einmitt þetta. Maður er svo velkomin. Bæði nýliðar og fleira og það er það sem að mér finnst svo frábært við starfið eins og það er í uppbyggingu núna að það er þessi hvað ég að segja þú veist hvað orð getum við sagt það er allir svo velkomnir og þú veist, óháð því hvort að þú kunnir bara melda eða telja punta eða bara spila úr spilum og það eru allir svo tilbúinu til að hjálpa og svona þessi opni andi. Já, þessi opni andi. Sem að bæði vill fá þá sem get ekki neitt. Já. Og líka kannski fengur í þeim sem geta eitthvað pínlítið. Já. En það er enginn að fara í manngreinar álit eftir því hvort þú kemur inn með einhverja kunnáttu eða ekki. Nei, það er nefnilega málið og það er þetta sem er svo frábært við starfið eins og það er núna. En kemur með eitthvað kynjavinkilina því að þú veist, þetta er fyrsta konan sem gegnur þessu embætti.
verður þá eitthvað öðruvísi af því að þú ert kona? Af hverju ætti það að vera eitthvað öðru sér að því ég er kona? Þetta... Já, af hverju ekki? Myndu konan að spyrja? Nú er tækifærið. Já, ég myndi bara vilja sjá og efla starfið í heild sinni bara áfram eins og það er. Ekkert endilega því ég er kona eða það er karlmaður eða hvað. Mér finnst bara starfið eins og að búið verið uppbyggingu núna, sérstaklega undir handleiðslu Matthíasar. Vera bara frábært og hann hefur verið með bara frábæra svona stefnumótun í sínu starfi og þetta er akkurat það sem að hreyfingi þarf og það er hvort þess að kona, kall, kvár eða hvað. Við erum manneskjur og ég vil endilega hvetja konur til að koma frekar inn í starfið. Mér finnst vanta svolítið upp á að það er kannski komið meira inn að spila og það er mögulega sá vinkil sem að ég myndi kannski vilja reyna að efla að því við vorum með ásatt í kvenna núna daginn og það voru 48 pör sem skráðu sig. Já, var ekki gaman? Ég því miður gat ekki komist. Ég komst ekki. Nei. En það var líka loka fyrir skráningu af því að það voru fleiri sem vildu komast fleiri sem vildu koma en gátu. Bæði kvöldverður og það var kvöldverður og spila allan daginn og þetta var yndislegt sko. Og það er frábært framtak. Já, sem er frábært framtak og það er þetta svona en þessar konur eru hins vegar ekki endilega að skila sér út í hinna almennu spilamennsku. Nei. Sem að mér þykir mjög leiðilegt en það er akkurat það væri kannski möguleiki á að vera með ég veit ekki hvernig kvöldið eitthvað svoleiðis ég meina það eru en fyrir mér þá skiptir kyn ekki öllu máli ég er bara svolítið þar en mér finnst bara að við eigum að vinna starfinu sem slíku Algjörlega bara efla þetta frábæra starf sem við erum með. Einmitt. Jón Hansi, líst þér ekki vel á það? Mér líst bara mjög vel á það. Og tekum undir það, við erum að gera frábæra hluti hérna síðustu árin hjá Brittsambandinu og mikil uppbygging sem átt í stað, metnaður. Þannig að það er bara frábært og frábært að halda því áfram. Já, nákvæmlega. Fólk sem hefur verið í miðjunni á þessu og tekið þátt í þessu, bara drífa þetta áfram. Nákvæmlega. Herðu, þetta var svolítið eins og smala köttum, þessi þáttur. Ég hélt þegar ég byrjaði að við erum 4. Já. En við erum þó 2 hérna í lokin. Og ég ætla ekkert að segja, ég ætla ekkert að upplýsa hverja vantaði í þáttin. Ég er samt með taka á ykkur, þið viti hverju þið eru. En frábært þó að fá þig svona inn í hérna í lokin. Og Jóska sannarlega góðs gengis og skemmtilegt hérna. Það er nú svolítið svona annað yfirbragð á Brittshreyfingunni sko að fá svona flotta konur eins og þig og þú ert nú ekki neitt öldungur, sum okkar eru nú svona orðin svolítið grá en hérna bara frábært að Ýmislegt sem liturinn getur gert sko. Já, ok. En hérna svo höldum við bara áfram að reyna að koma Britsinum enn frekar í kastljósið. Já. Og hérna vinnum að því með öllum ráðum út á þeim. Það gengur nákvæmlega. Britsi nú ansi sýnilegt þess þarna í íslensku samfélagi. Já. Og bara sérstaklega með eins og samstarfi við RÍSI sem að drafið í Þjóðrættarsambands Íslands. Já, geggjað. Við veist það frábært. Þar þú alltaf lykilmanneskja baku til þig, tæknistjóri. Já. En Jón Hersir Elíasson, landsliðs innvaldur og Anna Guðlaug Nílsen, forseti Brittssambands Íslands, kæra þakkir fyrir komuna. Takk fyrir. Og kæra þakkir til ykkar fyrir að horfa eða hlusta á okkur. Við verðum að líkindum aftur í loftinu eftir 2 vikur. Ég heiti Björn Þorláks. Verið sæl.